Hvað ber hæst hjá Skálholtsútgáfunni í desember? Það náttúrulega mikil bókaútgáfa hjá okkur og bæði fyrir börn og fullorðna og við má byrja bara að minnast á þennan frábæra disk hennar Hafdísar Huldar Þrastardóttur sem er komin út loksins og á honum eru lög sem að sunnudagaskólabörn og leikskólabörn þekkja mjög vel. Þau eru mjög einlæg og skemmtileg og grípandi og seinni hluta disksins er karaoke-útgáfa þannig að bæði ég og börnin getum farið heim og æft okkur. Svo er að koma út, erum við með heilmikið af barnabókum sem við seljum hérna í Kirkjuhúsinu og í öllum bókabúðum og síðan erum við með bók Karls Sigurbjörnssonar biskups sem er óbeint framhald af bókinni Orði gleði sem var nú metsölubók hér fyrir 2-3 árum síðan. Þessi bók heitir Rúmhelgir dagar, bókin hversdaginn og trúna og hún fjallar daginn í dag, vinnuna, endurtekninguna, kyrrðina og áhyggjurnar að bæta heiminn, dygðirnar og umferðarreglur lífsins. Þetta er bók sem passar mjög vel inn í þennan hraða heim okkar. Hún segir okkur líka, hún leggur okkur orði í munn og orði í hjarta. Við getum lært mikið af henni sem nútíma fólk. Heldur, er þetta bók sem gagnast fólki á aðventunni? Því nú er aðventan svona hjá sömum allavega kannski tími streitu en ætti í raun að vera tími kyrrðar. Heldur á fólk að kaupa þessa bók í dag og lesa hana fyrir aðventuna? Já, það væri bara mjög góð hugmynd og því að hún róar hugan. Hún er falleg, hún róar hugan, hún talar inn í nútíman og textarnir eru mjög auðskiljanlegir. Þetta eru svona stuttir textar, margir stuttir textar. Styrstu textarnir eru stundum bara ein lína og hér er til dæmis kyrrðina, hérna er talendurnar, hæfileikana og umferðarreglur lífsins. Þetta er alveg ótrúlega mikið safn af orðum og textum sem henta vel á aðventunni og inn í nýja ári. Svo erum við að gefa út bókin hans Sigfríðs Þorleifssonar sem heitir Samtal við samtímann. Þar leggur hann alveg ótrúlega skemmtilega út biblíutexta inn í samtímann. Hann talar ýmis álitamál sem að brenna á og hann notar kímnina og alvöruna og svo einstaklega skemmtilegan hátt að það er engin ósnortin eftir að hafa lesið þessa bók. Nú svo eigum við náttúrulega, getum við sagt frá lífið í gjöf, það er nú kannski minnsta bókin sem við gefum út í ár en hún er efnismikil, hún er nefnilega hugmyndabanki að uppbyggilegum samverustundum fjölskyldunar. Við höfum verið að dreifa henni svolítið gegnum sunnudagaskóla og erum líka að selja henni í Kirkjuhúsinu með þessum frábæra borðbænatenning sem við létum búa til fyrir stuttu síðan. Það er fjallað í þessari bók að vernda bernskuna og vernda heimilið og vernda fjölskyldulífið og eiga uppbyggilegar samverustundir, börn og foreldrar. Og þetta er hugmyndabanki. Hér er fullt af hugmyndum en það er engin leiðavísir Kringluna eða Smáralindi í þessari bók. En það finnast þeir í Kringluna og Smáralindi? Já, þetta eru þar Þannig að hún er myndskreytt af Höllu Sólveig Þorgeirsdóttur sem vinnur mikið með okkur, myndskreytir, myndlistakona og hún er falleg og hún er uppbyggileg. Svo þetta er svona kannski hluti af því sem við höfum að gera. Við vorum að gefa út bókaseríu fyrir börn sem heitir Litla bókin Guð, Litla bókin Jesú, Litla bókin Biblíuna sem er mjög aktúelt núna þegar ný biblíuþýðing er komin og Litla bókin bænina. Við leggjum svolítið áherslu á að gefa út vandaðar barnabækur sem að henta öllum aldursflokkum. Við höfum reyndar verið ekki nógu dugleg að gefa út unglingabækur en það getur vel verið að það lagist. En við leggjum mikla áherslu á góðar bækur fyrir börn með sterkum siðferðislegum boðskap og sterkum trúarlegum boðskap en það þarf ekki endilega að vera sama bókin. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að Skálholtsútgáfan gefi út bækur sem henti fólki á öllum aldri í íslensku samfélagi, nútíma samfélagi, bækur sem að túlka kristna trú inn í samtíman. Það er það sem við viljum gera og vera áberandi á íslenskum bókamarkaði með góðar
og fallega bækur. Takk fyrir þetta.